Það var annað mál líka sem var mjög áberandi í vikunni, mjög stórt mál sem að snýr það hversu trúverðug í raun og veru má segja. Rannsókn á bankahruninu getur orðið og Eva Joly var hér í viðtali í Kastljósi á miðvikudaginn. Hún talaði það að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari þyrfti að víkja og þú hefur skrifað á þá lund að þetta sé hálfgerð rugluumræða. Mér finnst það nú. Ég skildi nú ekki alveg af hverju Eva Joly kom og lýsti þessari skoðun sinni hér í sjónvarpi áður en hún lýsti henni við dómsmálaráðherra og yfirvöld. Ég hefði haldið að það væri hinn rétti farvegur til að taka málið í. Ég skil ekki af hverju þetta svona mikið kappsmál hjá Evu Joly og ég velti fyrir mig hvort að hún hefur nákvæmar og réttar upplýsingar og ég velti fyrir mig líka hvort að hún skilur alveg íslenska réttarkerfi og þetta lagaumhverfi sem við erum í. Því nú það mjög ólíkt franska réttarkerfinu. Í Frakklandi og víðar í Suður-Evrópu, þar eru mjög ríkjandi þessi rannsóknardómarar. Hér á Íslandi eru ekki rannsóknardómarar og það meðal annars vegna þess að Mannréttindadómstóll Evrópu setti ofan við okkur fyrir það að sömu aðilar væru að rannsaka og dæma í málum og við breyttum þessu fyrir einhverjum 20 árum eða svo. Hún vantarlega að líta til þess að Valtýr ríkissaksóknari, sonur hans tengist exista og Kaupþingi og það sé kannski ekki nóg að vikið tímabundið til hliðar vegna þess að það svo miklir hagsmunir að allt sé hafið yfir allan vafa. Já, þess vegna velti ég fyrir mér hvort að Eva Joly sem náttúrulega talar ekki og les ekki og skilur ekki íslensku, þannig að hún verður að fá sínar upplýsingar frá einhverjum hér á landi. Nú hún ekki mikið hér og við vitum hún hafði ekki fengið sínar upplýsingar frá stjórnvöldum. Hvort hún fær nægilega ábyggilegar upplýsingar vegna þess að Valtýr Sigurðsson hafði sjálfur lýst sig vanhæfan í öllum málum sem snúa að þessu bankahruni og dómsmálaráðherra hafði ráðgert aðgerðir til þess að tryggja það að hann kæmi ekkert að þessu málum. Það eru svo mörg mál sem að heyra undir ríkissaksóknara. Þetta bankahrun og þetta efnahagshrun bara eitt þeirra. Hvað segir þú getur tekið undir þessar aðvaranir hennar? Já, efnislega ég alveg sammála Evu Joly að það hefur gengið of hægt að varpa frá öllum vafa sem sagt, nú hefur Valtýr Sigurðsson sjálfur lýst sig vanhæfan og þetta náttúrulega búið að liggja fyrir síðan í október að hann vanhæfur varðandi tiltekin varðandi þessa rannsókn og það hefur gengið óþægilega hægt að sjá til þess að það væri að störfum saksóknari sem að væri hafinn yfir allan vafa og ég tek undir það að sem ríkissaksóknari mér finnst það eiginlega viðblasandi að hann sé vanhæfur vegna þess að það svona stór og mikil rannsókn í gangi sem að auðvitað snertir hans embætti og ég skil ekki alveg af hverju það hefur ekki gengið hraðar að hafa mannaskipti. En ég tek undir Valtýr verði settur af sem ríkissaksóknari? Já, það hlýtur að vera hægt að finna einhverja lausn á því. Þetta er bara verkefni. Hann búinn að lýsa sig vanhæfan á þessu sviði vegna þessara tengsla. En ég tek undir það með Evu Joly að það er kannski ekki, siðferðilega er það ekki nægjanlegt. Hvorki til þess að vera hafið yfir allan vafa og yfir alla tortryggni. En ég tek undir það að mér hefði finnst eðlilegra Eva Joly kæmi ábendingu sínum á framfæri við dómsmálaráðuneytið áður en hún kemur í fjölmiðla. Nú ég ekki að gagnrýna það að hún skuli koma í Kastljósviðtal og lýsa opinberlega sinni skoðun á þessu máli. Mér finnst það sjálfsagt og eðlilegt og ég skil hennar sjónarmið en mér hefði finnst eðlilegra að hún færi til þar til bæra yfirvalda og ræddi málið, tæki málið fyrst upp þar og léti á það reyna kannski hvaða áhrif það hefði. Hún voðalega ákveðin í allri framgöngu, hún talar ekki bara þetta með Valtýr, hún vil fá fleiri saksóknara einnig við hvern banka, hún vil fá meiri fjármuni þarna inn og annars er hún bara farin. Er það ekki einhvern veginn svona manneskja sem við þurfum til þess að fara í gegnum þetta? Eins og ég hef lýst yfir, þá hef ég mikið álit á Evu Joly og til þess mikill akkur í okkur að hún skulle hafa fallist á að vera hér til ráðgjafar. En ég skil þetta ekki alveg og þess vegna velti ég upp þessum spurningum. Hverjir eru þeir sem að veita Evu Joly upplýsingar? Vegna sem við vitum að hún er með mjög glæsilegan feril
marga sigra í baráttunni við hverskins efnahagsglæpi og spillingu en mér finnst þessi krafa hennar benda til ákveðins þekkingarleysis á okkar íslenska reglu og réttarumhverfi og það veldur auðvitað upp spurningunni líka hverjir eru hennar ráðgjafar. Eru þeir lausir við hagsmunatengsl? Þetta er auðvitað spurning sem verður að svara. Ég held að Eva Joly hafi kannski ekki alveg gert sér grein fyrir því þegar hún tók þetta verkefni að sér hvað við erum kannski lítil og fáliðuð yfirleitt í stjórnkerfinu, Íslendingar. Hún náttúrulega, en það er auðvitað rétt sem hún bendir á, að ef að þessi rannsókn á að sko hafa slagkraft, þá þarf náttúrulega, það kostar og það þarf að fjölga fólki og það þarf að kannski að leggja meira inn í hana. Það er eitthvað sem getur borgað sig til lengri tíma þó við sjáum kannski, horfum í peningin núna. Við eigum bara hins vegar ekki að gera það. Við eigum að gefa þessari rannsókn þann slagkraft sem hún þarf og þann mannafla sem hún þarf. Við skulum sjá hvernig við fylgjumst náttúrulega öll sömul með þessum málum áfram. Ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir að koma hingað í Kastljós og spjalla um þetta.